Yo, I'm living in this time behind enemy lines, so Velkomin í þátt 6 Run and Gun rosalegt hérna line-up í stúdíóinu í dag í Myndkaup Arena. Það nýja nafni Já, It's on the wall. Nice. Crypto Center Íslands, Myndkaup Arena. Hérna þar vinnur fyrir liðsfélagið þinn, Kjartan Ragnars, Kongur. Bitcoin kongur Íslands. Já. Það er enda, í dag er það náttúrulega hennar Berðan Másson Já, hann er þetta lætur hinn að líta illa út. seldi íbúðuna og þetta Bitcoin fyrir allt eða? Ert þú í Bitcoin? Nei, ég var. Hefurðu bettað með Bitcoin? Já. Er það ekki skemmtilegt? Jú. Kannski eitthvað sem að maður Ég fann eitthvað veika kryptosíðu eitthvað sem var bara betta með kryptói. En núna eru allar veðmálasíður byrjar að bjóða upp á. Já. Þessi var einu sem hún var bara með kryptó sko. Já. Ég glemdi að kynna það til leiks. Já, takk. En það vita allir hvað þú ert. Sá slæmi. Þú ert hérna sem sérfræðingur Vals. Það eru tveir korteri jafnaldrar þínir úr Hafnarfirði. Já. Við menn séra Friðriks. Já. Má segja það í dag eða? Það veit ég ekki. Þú mátt segja hvað sem þú vilt hérna sko. Já. Þetta er óklift. Þetta er klift en samt óklift. Já. Hérna, svo erum við með tvo úr Breiðholti. Hefur þú mætt áður í podcast, Bobo? Já, einu sinni ég er hlaðvarpið. Það telur ekki, það er svona heima. Nei, jú, einu sinni karvan.is hjá Helga Hrafn. Já, ok. Hvað gerir því podcast? Bara að ræða morgun. Það er stórt að þú hafi mætt. Já. Takk fyrir að koma. Bobo Dan. Ég þarf að Það finna er að fá hana mig. þá. Hvað sér Ég þarf að finna hana þá. Já, ekki ég. Nú að finna hann og láta mig vita hvernig hann var. Elvar, þú hefur nú alveg mætt einhvers staðar. Bara aldrei, þetta er fyrst skipti. Já, ok. Ég er bara þegar þú kallar þá mæti ég. Já, takk fyrir að mæta báða tveir. Já, takk fyrir Það er að fá mig. Ekkert nú. Það verður svona Reykjavík podcast. Káur var samt sér. Takk fyrir það. Ég veit það ekki alveg, ég ætlaði sko fyrst að hafa. Veistu ekki, bara. Þetta er með stærra fanbase. Já, nei, bara. Stærra vörumerki. Þú ert orðinn hálfgerður káringur líka. Er það samt? Já, Nei, ég þú ert eitthvað sem ert í með krakki káir. Nei, en ég verð með krakka. Ég var með og verð með. Áttu eitthvað lið í deildinni? Nei, Hann er haukamaður. þeir eru ekki í deildinni. Ég ber engar tilfinningar til káir. Ef að káir eru að horfa, þú veist bara fyrst bara að geta eitthvað þannig að það sé gaman að fara og halda með þeim, sko. Maður er svona, maður ættir að hrífast með einhverju liði, sko. Fórstu mikið ungu strákur með hauk. Það er alltaf með hauk. Ég fór að. Ég reynda. Hérna, sko, ég var að spá í að byrja bara á IR. Því ég svona sé fyrir mér að, hérna, það verði lengri umræða, ég vil ekki eiga hana eftir. Og sama hvort að, eru þið sammála því að við spáum Val fyrir ofan IR í deildinni? Já, það ekki. Jú, ég held að segja alveg bara sanngjarnt að Þannig að það er líklegra. við byrjum á liðin sem er spáð neðar. Já. Sammála, Steinar. Já, bara. Hljóma vel. Ok. Ég fór á IR leik í gær. Já. Þið voruð ekki þar. Jú, ég var Þú það. varst þar. Takk fyrir að Það heilsa. mætur alla leiki. Já. Það var vel mælt úr Breiðholti. Já, heyrðu þér ekki vælið í stúkunni? Jú, stælar Já, út í hérna hliðkvist dómara og hinn hérna erlendastrákinn og Það er hart að vera að væli dómurum á æfingarleik. já, Bóndi fyrstöldli. Nei, Já. ok, fyrstöldli, en vorstöldli í dag. Já. það voru líka svona ármenningar svona smá í kringum mig, svona náttúrulega bara í fyrsta sinn forever í úrvalsdeild og svona heyrðist svona í þeim svona einhverjum foreldrum eitthvað, eru þeir svona leiðilegir en þið Breiðholti bara veit ekki alveg hvað þeir eru komnir út í sko, bara erum við ekki bara að hafa gaman eða? Þeir verði ekki play-offs allan, þeir þurfa ekki að upplifa það. Nei, væntanlega ekki. Eða svona ekki með að við leikin í gær. Klárum samt sko bara sísonið fyrra. Vinur okkar allra Ísak lét störfum eða var rekinn eða whatever svipum tíma og ég í Hafnarfirði. Aðeins fyrr jafnvel. Svo hérna vann liðið bara fullt af leikjum og kom til playoffs og vann þar leika móti Stjörnunni og bara svona er ekki bara sáttið með þetta sísoni fyrra úr því sem að komið var eða? Sko, ég veit það ekki, því að ef við horfum á þetta bara í heildina, það
það er að gera breytingar á liðinu eftir 6 leiki. Ekki bara þjálfarbreytingar, heldur við fáum inn 2 nýja leikmann. Já. Þarna Bjögga og Gianni. Já. Við vorum döfurstu 6, síðustu 16 leikina þá vinnum við 11. Já. Og þú veist, við komum inn í úrslitakeppnina, þú veist, alltaf talandi sjálfa mig og heldur bara fyrir marga íreka, við ætlum bara að vinna Stjörnuna. Þú veist, og okkur fannst það alveg raun eftir við vorum búin að vinna við deildina þarna einhvern tóman stutt á undan. Já. Og hvað var leikur var í Seljaskóla sem að Skóseli sem að, þú veist, við vorum bara, okkur fannst við vera bara rændir. Ekki fyrsta sinn. Ekki fyrst sinn, en ég held að það og ekki það síðasta? Nei, pottet ekki það síðasta heldur sko. En þú veist, við vorum það. Ertu ekki saman? Ég man eftir þessum leik og ég var, þú veist, þetta var, það hallaði svolítið á. Þetta var ómikið. Aðeins ómikið. Við getum alveg sammála þar. En það vantaði ekkert svakalega mikið að við hefðum bara, þú veist, allavega gert meiri sér úr því. Já. Og ég hugsaði að við verðum með sama mannskap allt tímlið fyrir það. Þá hefðum við aldrei endað með 22 stig, við endum með fleiri stig. Þannig að þú veist, ég eftir tímabilið fyrra, ég var ekki bara frábært, komst afturlústið bara, þú veist, sáttu við það. Við hefðum viljað meira. Já. En að því sögðu að liðið í fyrra sem að spilaði síðustu 16 leikina, vann 11. Já. Ef að deildinni byrja eftir 6 leiki, hefði þetta lið endað í topp 4. Liðið í dag er betra en það lið. Ég sko, þjálfaraskipti hafa samt alveg áður haft mikil áhrif í nokkra mánuði, bara Pavel í Tindastól. Já. Það þarf ekkert endilega að vera að ÍR í vetur haldi áfram að ræta það á sama mannskap að það kom nýr þjálfari. Pavel og Tindastól fór til helvítis á bara hálfu ári seinna, sko. Já. Þetta voru ekki bara þjálfaraskipti. Þetta voru líka, við bættum við 2 leikmönnum á sama tíma og þjálfaraskiptin eru, sko. Já. Og stærsta var eiginlega svona allan svona stemningslega séð ég fannst mér Bjöggasænið lúmskasta sem að, þú veist, breytta óslega miklu fyrir ég kom eitt bara með, þú veist, kom mér gæðið órt, sá alla gólfið í Grindavík, hann átti nokkra sturlaða leiki fyrir ég sem hann bara eiginlega kom liðin aftur inn í leikina að vann á. Þannig eiginlega voru 2-3 leikir sem hann eiginlega bara vann fyrir okkur, sko. Við hefðum bara ekki unnið leikina án hans. Já, en svona, það sem ég er að bara segja, skilurðu, er að ef að ég hefði byrjað bara svona, ég er ekkert endilega viss að það wave hefði eitthvað svona haldið út og því hefði endað eitthvað miklu ofar, fattar mig. Kannski hefði það bara... Nei, og svo, þú veist, alls konar, önnulið hefði eitthvað tekið í mun alvarlegra mun fyrir, auðvitað, þú veist, öll lið mæta á sig, ætla að mæta rétti alla leiki, skilur, og þetta er jöfn deild og allt það, lið hefði mögulega farið að taka í miklu alvarlegra miklu fyrir. En við vitum það ekki. En þú veist, þetta er bara ef að hefði leikur, sko. Hvað svona ágætlega mikla breytingar á liðinu samt ekki. Svona endursæni Jakob Falkó snemma sem er bara mjög stórt. Maður svona hélt að hann myndi fara í sterkari deild eða Tindastól eða Grindavík myndi hringi í hann og taka hann, skilur eða eitthvað svoleiðis. En því sömdu var mjög snemma, það var mjög stórt. Það svona tryggir fyrir mér tryggir það fullt af sigurleikjum í bara svona jöfnum leikjum og þetta með Jakob Falkó þú átt mikinn séns að vinna leikinn. Hann er góð líka, sko. Sækja Kristján Fannar í, fáum bara upp skilti. Hvernig ÍR-lið lítur út í dag. Sko, já, fáðu Rafn úr Fjölni, Kristján Fannar úr Stjörnunni, Dimitrios Klónaras úr Álftanes, sem er mjög svona sneaky gott sæn, finnst mér. Já, svona ekta ÍR-leikmaður eitthvað, finnst manni. Hann líka bara óks með tímabilinu fyrir, sko, hann geggjaður í play-offs. Já, sérstaklega varnarlega, sko. Einmitt. Þannig að þú veist, það eru svona einhverja breytingar, en samt alveg svona, haldið kjarni. Colin Pryor náttúrulega fer eftir 100 ári í IR og eitthvað svona. Er einhver fleiri sem eru farnir, eða? Kavas. Matti Kavas. Hann var mjög góður. Óskar Jörgensen. Já. En Íslendingar eru, Colin Pryor er farinn, aðrir eru, ekki satt? Jónas Steinarsson. Já. Ekki glemma honum. Já. Og svo fór annar strákur, Stefán eða ekki, í Hamar líka. Stefán Orri. Nei, Magnús Dagur fór í Sindra. Þetta er svona típist, sko, svona 9. til 12. mennirnir fóru í fyrstu deildina. 3. Hvernig líst ykkur á, ég meina, er Grikkinn Knái að koma bara í staðinn fyrir Matti Kavas, eða? Og af hverju haldið ekki Matti Kavas? 20 stig, 40% skytta. Þú hefur haldið honum? Ég haldið honum. Mér finnst hann geggjaður hjá þeim í þeirra, sko.
auðvitað átt hann einhver leiki sem var ekki góður í en það er allir leikmenn sem eiga off-leiki sko. Hann var ógeðslega mikið svona, Jacob Falco vissi alltaf hvar hann var. Já, og hann bara setti skotin, skilur. Já, hann kom samt alveg... Ég segi, það komið leikir, skilur, það komið moment. Og þá var bara ekkert að fá úr honum, sko. Nei. Hann var algjört annarkvort stiðaleikmaður, en þegar hann var on-it, og þá var hann on-it, og það voru náttúrulega bara leikir fyrir sem hann, tölum að Falco vinni leiki fyrir okkur, hann vann líka leiki fyrir okkur. Bara, manni K.R. úti, þú veist, var hann með eitthvað 9 þrista eða eitthvað, þú veist, mann ekki nákvæmlega, en hann bara getur tekið yfir leiki, hann er frábær skotmaður. Já, í play-offs á móti Stjörnunni, og held með sér leiknum, deildarleiknum sem segir unnur rétt á þér, ég held að hann hafi verið með 20 stig í þeim leik, sko. Já, en svo kemur, þú veist, komið play-offs fyrsta leikum til Stjörnunni í Ásgarði og hann sést ekki, sko. Þú veist, þannig að við áttum erfitt með að treysta honum, en þegar við fengum eitthvað frá honum og þegar að kveikna á honum, þá var hann mjög góður. En það var líka einu leikurinn sem þið töpuðu eitthvað stórt, en að gæsalappa. Er hann komið með lið? Nei, hann er ekki komið með lið, en það er ekki, þú veist, það er ekki þannig að við höfum ekki endilega vilja halda honum. Þetta er líka bara hann vill taka næsta skref og vill komast í eitthvað stærra og það var eiginlega meira það, þú veist, við gátum kannski ekki endilega beðið endalaust. Mér finnst þetta svo mikið svona leikmaður sem að svona íslensk lið ættu, þú veist, svona hávaxinn, getur skotið, svona... En hann er smá pulsa samt líka, sko. Já, þú veist, Daniel Mortensen ekki pulsaði það. Jú. Þannig að hann er á 5. risasamning á Íslandi, sko. En það er samt meira game í honum undir körfu Daniel Mortensen heldur en Matti Kava, sko. Mögulega. Já, það er svona bara meira solid gæi eitthvað svona. Það kemur mér allavega óvart að 18. september eða hvað er 17. að Matti Kava sé ekki ennþá með lið, sko. Já, með síðan þessi fyrra. Þetta var samt minnum með svipaði fyrra, að við, þú veist, hann var samt fyrir að senda við okkur út af því hann vildi alltaf fá eitthvað annað, sko. Þetta er einn af þeim. Það er bara með eitthvað liðan umbað sem að vill koma í stóra deild og segja nei við alla og... En hvernig, sko, já. Með Grikkjan? Nei, með Georgíumanninn. Já, ræðum Georgíumanninn. Já, ég ætla eiginlega að spyrja ykkur, sko, það ég var ekki... Getur einhver sagt nafni? Sonet Sasardidze. Sjötni. Matti, þú veist mikið hann? Ég veit ekkert hann fyrir hann í gær. Ég fór á Ármann IR. Ég veit það ekki alveg, hann er svolítið hægur. Minnir mig smá á Djald Robbins. Já, mögulega. Er hann svona fjarki tíma Já, hann er svona fjarki. Hann er svona aðeins of lágvaxinn til að vera luri, sko. Hann hreyfir sig hægt. Ég segi að hann svona undersized luri. Undersized luri með aðeins verra skot heldur en... Ekki að Gerald var ekkert luri svo sem, sko, en hann tók 20 frákst í leik, sko. Þetta er samt sko gamall Gerald, mér mjög gamlan Gerald Robinson, sko. Já. Þú ert ekki að samfæra mig, hérna. Já, þú veist, hann átti svona einhver move í gær, sko, þar sem maður svona, ok, þessi gaur getur spilað og hann getur alveg spilað, hann er úr þessum virta georgíska skóla sem hann sló út frakka á EM í sumar. En ég held hann verði alveg í einhverjum erfileikum líka í vörn ef hann á að dekka fimmurnar þegar Sarko er út af. Sarko er náttúrulega takmarkaður eins og bara við vitum. En Sarko er fárlega góður í sem hann er góður í. Og ef hann heldur sér innan þess ramma sem hann á að vera að gera, þá er hann frábær. Og skila mjög miklu fyrir liðið. En hann á ekki verið að taka feitavegi í þrista eða verið að taka mikið af skotum. Hann á það svolítið til. Já, hann á ekki að gera. Eins og ekki eftir. Ég meina, segjum að byrjunarliðið verði svona, eins og við settum hérna upp áðan. Þú veist, það voru þetta Bjöggi, Kristján Fannar, Tómas Orri, Rafn, Aron, ég veit ekki hvort það sé einhver fleiri. Þetta er sko the ultimate berjast íslenski bekkur sem þú getur sett saman á Íslandi. Þetta er bara, þeir koma allir inn á, berjast ógeðslega mikið. Ok, ég sett ekki Kristján Fannar kannski berjast. Nei, hann getur sett einhver skot. Hann getur sett skot. Tómas Orri 4-4 með þristum í gær, hodninu. Já, ég held að þetta verði ára hans. Ég hef gríðarlega trú á þeim gæði, sko. Ég held að það er fyrra, svo var það ekki. Nei, hann alltaf bara fekk lítið að snerta gólfið fyrra. Hann byrjaði aðeins, svo bara feitaði út, sko. Aðeins í úrslitakeppninni á móti Stjörnunni, en hann er bara byggður eins og maður vill að körfuboltarnir séu byggðir. Hann er byggður eins og Orri, sko, í Stjörnunni. Bara alveg eins byggður eiginlega. Já, hann er ekki með sama sveitastyrk þrátt fyrir að vera frá Höfn og hinum Garðabæ, sko. Nei, sama sveitastyrk, sko. En Arnaldur þarna Grímsson kjötaði hann tvisvar í gær og bara eins og börnin mín skilur bara eitthvað svona öxlina undan og spinnaði hann undir korfuna, sko. Þá var maður bara eitthvað svona, af hverju? Þú ert 2 metrar og frekar sterkur og það er eitthvað stundum að pumpa í hann einhverjum. Ég held að Kristján Fannar verði líka breakout. Maður er alltaf að bíða því. Já. Hann hefur aldrei fengið eitthvað... Hann er alltaf búinn að vera mjög góður í þessum æfingarleikum hingað til maður heyrt, sko. Aftarlega í gókunaröðinni í gær. Kom mér óvart. En svo byrjaði hann seinni hálfleik, sko. Hann er einn af þeim sem fyrir hvað hann var í Stjörnunni og svo svona venslaði KFG.
Hann spilaði hvað 4 mínútur í leiki fyrra eða eitthvað með Stjörnunni meðaltali. Hann alltaf eins og í úrstakefnum út okkur kom hann ekki inn á nema þarna í einum leik heldur að taka vítaskot í lokin en í heimaleiknum í Skógarsíl á móti Stjörnunni Í deildinni að þá var hann bara með 20 stig. Já, þú veist, ég bara, hvað gæi er þetta? Sett hann ekki 4 þrista eða eitthvað þarna, bara í 4. leikluta eða eitthvað? Já, þetta er svo gauður sem getur greinlega snögg og er bara góður skotmaður. Eða eitthvað, aðeins undan. En þið sjá, þú veist, það er hörku breidd í þessu liði. Já, þetta er fín breidd, sko. Þú getur ekki kvartað því í þessu liði, þú veist, það geta allir... Það geta allir skotið. Þetta er allt gauðar sem getur komið inn á og verið inn á vellinum. Er til svo heimur að ég verði í fallbaráttu eða? Nei. Já, jú, þú veist, það er bara Hákon, Falkó og þú veist, einhverjir 2 aðrir meðist. Það er bara, ef það er meðsli þá... Já, þetta lifur aldrei fallbaráttu. Sér þú Steinar sem er kannski ekki alveg blindur, sér þið fyrir þér að það verði eitthvað svona einhverjir 2, Falkó náttúrulega verður aldrei sendur heim og ekki Klónaras. Það eru 2 sem að, ég held að séu bara það prúfinu góður í svo deild, en sérðu eitthvað, það verður einhverja breytingar eða? Er starf einhvers í hættu þarna ef að illa gengur í byrjun eða? Ég held að Klónaras getur alveg orðið vonbrigði, skilurðu, þú veist maður veit aldrei hvernig second season syndrome verður, skilurðu, á Íslandi, getur alveg orðið lélegur. Ég ekkert með nýja lura útlendingarna fjarkan og svo bara, þú veist, annars season og Sarko, Sarko er ekkert frábær leikmaður þó hann sé... Þetta er 3. tímabilið á Sarko. Já, 3. fyrir ekki. Er ekki Sarko... Káur líka... 4. Er ekki Sarko Júkic svolítið svona hvað maður segja... Hann er C-útgáfan af Ómar Sævarsinni, sko. Er hann ekki the exportable, er það orðið það? Ómar er enda bara frábær skotmaður í lok ferilsins. Ég segi þetta, hann er C-útgáfan af Ómari fyrir mér, sko. Ég fatt ekki hvað hann meina. Það sem ég er að meina er að IR byrjar 1-5. Það þarf að gera breytingar. Þú ert ekki að fara að reyka bossið, þú ert ekki að fara að skipta kana, þú getur ekki bætt við. Er ekki Sarko Júkic... Jú, við getum bætt við einum. Nei. Raka Braga. Hann er laus, já. Já, ok. En þú getur ekki alveg bætti útlingu og bara rótið þetta? Nei, þú getur ekki rótar, þú mást með 4 á skýrslu, þá ertu bara með 1 utan skýrslu. Já. Það er ekki bara svona potential bæting á liði, meina ég, að þú tekur Sarko eða Gorgíumannin og grítir þeim burt og tekur einhverja dýrari, stærri menni tega. Hvernig getur ekki hent Klónaras líka? Að þú veist, bara fyrir svo mikið eftir útlendingum, skilur við. Ég held bara að Sarko sé á þannig launum að ef þú ætlar að... Elvar mætir hérna úr Borgartúni, jakkafötunum sem kom hérna í áðan, sem hann fór út af einhverjum ástæðum úr. Er ekki, hann er hérna á ból? Jó, mjög flottur. Ef hann mætir hérna bara, herru, stráka, við þurfum að setja hérna 20.000 eurur í þetta viðbót. Náið einhvern alvöru gaur. Er það þá ekki bara, herru, heim með Sarko, sendið hann í fyrstu deild og hérna náum í einhvern 6.000 eurur gaur. Klónaras og þessi leikmenn sem eru á svona miðlungssamningum eru bara, það er eftir bara í lottó. Ég segi að, þú veist... Sarko sem 4. atvinnumæður í deilda sem eru 4 er bara svona, eins og þú segir, hann er takmarkaður ruslakall. Þú bara finnir ekki 2 metra stóra gauðra bara hér og þar. Þú þekkir það sjálfur, þessi þjálfari, að leita einhverjum stórum öfndu körfuna, skilur, ekki að dekka alla eða geta skipta flestu, skilur, finnir það ekki hvar sem er. Þess vegna ég segja, þú veist, deildin sem er í dag, út með 1+4 reglu, alltaf að tala að, þú veist, við erum mikið gjörn á að reyka útlendinga og ráða nýja í staðinn. En bara byrjunliðið, þetta er bara 4 erlendir leikmenn og það er bara þeir sem skipta mestu máli er byrjunliðs leikmenni, skilur. Þannig að það er líklegast að þú þurfa að fara að skipta einhverjum af þeim út. Og ég myndi ekki segja að Sarko verið efsturlista bara því þú veist, þú býst ekki við hann sem er 20 stig leik, skilur. Þú býst kannski við að Klónaras verið góður og býst við að hann hérna Tjötne muni geta eitthvað og ef þeir geta ekkert, þá eru þeir fyrstur út fyrir mér, sko. Já, ég held að það sé þannig. Okay. Ég held að Sarko sé bara hérna á bara sínum basic deal og þú veist hvað þú hefur í honum, skilur við. Ég held að það verði alltaf fólk í Georgíumann ef að fara eitthvað... Hvað kallið þið vesen? Nú ert þú... Ertu gagnrýnin, Bobo, á... Þú veist, þú ert gagnrýnin á dómara og andstæðinga og eitthvað svoleiðis. Ertu gagnrýnin á ein mannskap? Já. Er hann? Já, hann er það. Þannig að þú ert alveg bara þar að bara 2 tapleikir, Gorgíumaður með 8 stiga meðaltalaleik, það bara airplane, airport. Já. Við erum aftur okkur því að fyrstu 4 leikirnir í er svo Stjarnan. Nei, Keflavík úti, Njarðvík úti, Stjarnan heima, Tindastóll úti. Já, þú veist, þetta er náttúrulega verið bara... Það er ekki 3 sigrar þar? Ég myndi halda það. 2-2. Ásöndurrætt. Ég meina, hvað er raunhæft úr þessum 4 leikjum fyrir einhver sem... Það verður mjög fínt, skilur við. Já. Það er bara gott. Já. 1-3 er svona... Við lifum. Já. Ég skil. Hvað hérna... Við tökum alltaf Keflavík í fyrsta leik, sko. Ekki með einhvern heyra að spila undirbúrstímabili. Er það góðið? Við erum að vinna allt bara. Já. Og ekki komið fullt liðinu sinni. Hvernig vantar?
vantar Kana. Já, og það vantaði dreddana þarna í Já, og nýja Leikseilmóti. Hvað væru, sko, vonbrigði í vetur? Komast ekki í playoffs, eða? Já. En við þurfum bara að komast í playoffs. Já. Þá, Getur ekki öllum á hvar þið lendir eða þið komast í við playoffs? erum ekkert rosalega góðir í öðru sætinu og með alla pressuna á okkur. Já, við höfum bara eins og öðru sæti. Já, ég veit það, og okkur leiði öllum illa. Já, við unnum 8 úrslitin. Okkur leið öllum illa. Við unnum Stjörnuna. Leið betur í 9. sæti. En í sko erfiðleikum, Já. Ryan Taylor í banni og... Já, Fóru svolítið hátt. Já. En það banni náttúrulega, já. Búið margraða það. Þið kunnið ekkert rosalega vel við... Nei. Maður var svolítið spenntur fyrir þessu Stjörnu einvíi með til fyrra út af bara sögunni og því einvíi mikið til og svona. Svo var ekkert það mikill hiti í þessu... Nei. Í þessu einvíi. Einu Bærings reyndi allavega að kveikja þess í þessu með því að lemja í hausinn á mönnum, sko. Já. Var það ekki fyrra sem að gæðin smettaði einhvern í stúkunni eða? Var það hitt í fyrra eða? Já, 2019. Djöfull maður gamall. Það var líka eitthvað glamur. Í höllinni hérna undan. Nei, ég er að tala í stjörnuheimilinu, sko. Var það á móti í samt? Já. Nei, var það ekki Stjarnan Grindavík? Það var Grindavík. Í Grindavík? Já. Ég er að rugla saman serjum. En ég meina... Það sem er vesinn, það er Stjarnan. Já. En ég ætla að segja, þú veist, þetta var ekkert, það var ekkert þannig svona illindi í seríunni í fyrra. Nei, það var ekkert að taka skónastaða Lárs og flössa hann niður í klostið. Nei. Þú veist, bæði í stúkunni, utanvallar, milli þjálfara, milli leikmanna, milli, þú veist, allra fattar. Þetta var bara einhvern veginn svona, þú veist, bara alveg baráttu leikjunum eins og gengur og gerist í playoffs, en það var ekkert eitthvað svona... Náttúrulega, og bera þetta saman við, náttúrulega mættum hvað, 17, 18, 19. Það var alltaf komið gríðalegur hitti, líka bara milli stjórnamanna, þetta var orðið bara... Eru þið soft í dag, eða? Nei, ég held að þetta sé meira, þú veist, ég held að kannski bara... Ég er að finna einhver ástæð fyrir, kannski bara samsetning leikmannhópanna einhvern veginn, að, þú veist, einhvern veginn, við vorum alltaf með, þú veist, í þessu liði vorum alltaf með Daða Berg sem var mjög góður að íta punkta, kveikja þessi í þessu. Þjálfari Hamars Hverakirkju. Arnar Guðjóns mögulega... Nei, hann var ekki með það þá. Já, hann með það þá. Mögulega svona... Ég veit ekki, þið kunnið samt ekkert vel við Balla, það var nú einhver að kalla hann út á Twitter líka. Ég kann gríðarlega vel við Baldur. Já. Þannig að það er... Bópa þar að eitthvað við sjálfum. Þið kunnið allavega ekki vel við Arnar mann ég. Í Breiðholti. Það er ekki margir sem kunna vel við Arnar svona út af við, sko. Nei, true. Þetta var líka Hrafn Kristjánsson era, sko, þegar skónum var dýft onni sem að held ég Íringur hafi ekki gert. Hvað? Nei, ég vil ekki vita. Þeim var stólið að setja í klósett eitthvað, ég man ekki hvað það var. Já. Þá var Hrafn með það, sko. Já. Og Ryan Taylor dótið, það var Hrafn. En svo bikarúrslitin þegar höggið kom að það var Arnar Guðjóns. Það er sama ár og bikarinn undanúrslitin. Og svo þegar mætum í úrslitamsláðum út í undanúrslitum, það er bæði 19. Já. Hvað getið, þú veist, hvað getur þetta lið komist langt? Ég meina, er þetta ekki bara svona early exit liðið aftur, eða? Nei. Er þetta lið betur enn í fyrra? Já. Er það? Ég er ósammála Bóbo þarna. Mér finnst þetta lið ekki að stefna bara á playoffs. Þú veist, því ég horfi á þennan mannskap. Já. Þú veist, ég er að horfa svona 6 upp. Top 6. Ég meina, enduðu í 7. sæti fyrra. Ég veist, mér finnst ekkert galið, skilurðu, að stefna þangað. En ég sé bara liðið geta annarkvæmt verið í fallbaráttu eða í top 6, skilurðu. Liðið er aldrei í fallbaráttu. Það verður ekki í fallbaráttu. Ég er að horfa á svona 4-6, þá er ég bara sáttur. 7 og niður, ok, þetta tökum við bara, ef við förum í play-off svo getur allt gerst og við bara höfum sýnt það margoft. En mér finnst að þessi mannskapur eigi að verið top 6. Það er bara erfitt að lesa í deildinni í ár, alveg svo í fyrra. Það er alltaf erfitt að spá. En eru þið samt sammála skiptingunum þannig að við látum eins og staðan í dag, Ármann og Ía þarna neðst. Já. Og svo tökum við, þú veist, efri kantinn sem við kannski tölum úst, í kringum Val á eftir, og Tindastóll og eitthvað svona, Grindavík eða eitthvað. Þú veist, eru þið sammála þá að ÍR sé svona Þorlákshöfn, KR, ég veit það ekki, Keflavík ÍR, að þetta sé svona miðjumóðið og allir geta endað einhvern veginn, þetta er svona 7. eða 7. sæti og niður í 10. sæti. Eða erum við bara, eru þið bara þar að ÍR er bara, þú veist... Mér finnst ÍR betur Þorlákshöfn. Já. Ég er bara ekki CK-ar, skilurðu.
En Þú veist hverju í þessu, bara sömu gaurar við já, fyrir mér finnst ég líka að vera bara í rauninni ekki að vera betur en þeir. Já. Bara út af Falko og Já. bara hvernig liðið er samsett, skilur. Já. Nei, ég er búinn að sjá Þorlákshöfn, er betri en Þorlákshöfn. Já, en þú veist bara. En deildir hlýtur samt, þú veist, það sem ég hugsa, og ég er ekki múin að horfa á öll liðin í deildinni, Já. en ég horfa á þetta ílið og mér finnst þetta ílið vera betur en íliðið fyrra. Deildin hlýtur að vera með út af þessum útlíkareglum, þá hljóta einhver lið að vera lagarinn í fyrra, út af þeir ekki með eins og marga útlíka. Ég meina það voru bara liðið fyrra með 5, 6, 7 útlíka. Já, það. Já, Það var bara liðin sem fóru niður. Höftur. Aðalega Höttur sko. Keflavík, Njarðvík. Já. Og Keflavík með fleiri en 4. Já, Svo með þeir endur í 9. 6 eða eitthvað, 6, 7. Rákuðu 2 og voru með Finnan og alls konar gauðra. Já, alveg rétt. Þeir voru nú bara farinir að sæna til að sæna sko. Þetta var alveg svolítið þannig, já. Nú voru farinir að sponsa Njarðvík. Blú Já, ég sá bílaleigan það. var að sponsa Njarðvík, þeir eiga svo mikið peningum. Þeir ætla að leyfa þeim að fá smá. Já. Mjög áhugavert. Autosendir í Breiðholti, þeir eru ekkert að fara að sponsa Val. Nei. Nei, ég get að lofa því. Þetta er svona svipað. Já. Þeir eru reyndar að sponsa Háka aðeins. En þeir eru ekki með körfuboltaleg. Þeir eru ekki með körf. Hvað er svona aðal, ég meina, rivalry og ekki ræði, við hvern kunnið þið verst? Bóbó. Top 2. Mér langar að heyra þitt svo. Top 2. Hann líkar ekki illa við neitt. Nei, Hann er ég maður bara, þú fólksins. veist, nei, ég En bara... það er ekki K.R. það var rangt svar, sko. Nei, já, svo er það bara einhvern veginn líkar illa við eitthvað. Já, það er bara svona, þú veist, þú En er það bara er svona, náttúrulega mannvinnur. þú ert bara, Já, þú ert bara að labba núna, skilur, og það er bara út að labba inn í eitthvað íþróttahús og þar sérðu bara, þú veist, brúsasett frá einhverju félagi á Íslandi og þú veist, þú bara sparkar í brúsasettið. Já, það er Stjarnan. Það er Stjarnan. Já. Já, þér. Já. Bara út af sögunni. Svona síðustu ár. Já, bara, skilur. En þú veist, ég Það er bara- líka bara gaurarnir í kringu liðið, ég stóla það ekki, sko. Ég bara taka allt með, þú veist, bara gaurarnir í liðinu, Ég hef alltaf fólkið í sett á. bæjarfélaginu, yngri flokkar, rivalry, bara svona allt meðtalið. Stjarnan er svo sem mjög nær en K.R. sko. Í sko kílómetrum talið. Já. Það pæli með því, sko. Já, ég er ekkert að pæla í því, sko. Ég er bara, einhvern veginn svona í mér hefur alltaf verið bara eitthvað svona upp frá yngri flokkum og hverju voru í liðinu, þú veist, einhvern tímann, þú veist, hefur alltaf bara verið Keflavík, skilur við. Fyrir þér? Já, bara svona alltaf verið eitthvað fólk í kringum félagið og í liðinu sem að maður bara svona kann ekki vel við sögulega eða, þú veist, Já, ég hef þannig líka, sko. ég er bara svona Keflavík? Já. spá hverjir það eru fyrir ykkur íringum, sko. Hvort það sé Stjarnan, bara út frá síðustu 10 árum eða eitthvað. Ég myndi halda það. Hvað er númer 2? Það sé ekki KR. Já. Ok. Hérna, ef að færa ykkur yfir í Val eða, ég meina, hvar spáið þið liðinu? Þú spáir 7. sæti, nei, þú spáir 7. sæti. Nei, Nei, ég segi, jú, 7. 7. sæti. Já. Ég ætla að segja að við endum í 4. 4. sæti, Já. sæll, það er bold. Það er liðin sem verður fyrir ofan okkur er vera Tindastóll, Valur, Grindavík. Ok. Steinar? Sko, ég er að tella í hausnum á mig hvaða lið. Mér finnst ekki það, þú veist, það er ekkert eitthvað það. Nei. Sko, í Ármannestir, Já. svo er þetta örugglega Þórðarlósöfn. Hvað annar lið getur verið þarna niðri? Káar? Ég er þetta ekki... Það er nefnilega flestir bara ágættir, sko. Mér finnst ég vera að gleyma einhverju liði, sko. Nei. Ég held að K.R. verði eftir þeim og svo held ég IR verði. Ég er þá í 8. eða ekki? Er það að spá Káar og Þorlákshöfn úr playoffs alveg eins og í fyrra í 9-10 Já, og ég er í 8. og ég er í 8. En ég bara, mér finnst þess að gleyma einhverju liði sem eiga fyrir neða þá. Það er út með Suðurnesin, basically bara. Það er út að spá þeim. Suðurnesin, Álftanes, Tindastóll. Altanes. Ég er að gleyma Altanesi. Altane, já. Ég veit ekki hvernig það er að. Ég ætla að spá að þið laumið ykkur í playoffs í 8. sæti. Takið 1 skrif aftur á bak. Endum í 7. fyrir ekki. Já. Ég með bara stuði Álftanes. En ég spáði bara 8. að því að Ert þú í 8. líka? ég hef ekki trú útlíkunum. Í Já, þessu ég liði? er. Ha, Þá skiptu. já. Það er bara, þú veist, ef þessi Georgi maður er ekki verið nógu góð, þá verður bara skiptum út. Já. Þetta lið er að, þú veist, það er bara að gera kröfur á þetta lið, gera eitthvað ef Þið þurfið útlending sem getur sett 20 stegum svo Kavas, skilur við. Já. Og ég sé Klón Aras ekki vera þar, ekki Stetti. Sjáum við ekki bara, Hann er berjast útlendingur, skilur við. mætir ekki bara Mati Kavas í leik 3? Og ég bara ég get ekki sagt til hinn, sko. En Mati Kavas var ekki stætt í 20 stiga. Að meðaltæli var hann frá 17 stig. Já, kannski. Hann var nefnilega heldur stöður. Hver? Mati Kavas. Rakst á smá playoffs vegg eins og
90% útlendinga sko. Hann Já, átti samt eitthvað leiki sem hann datt alveg niður sko. Og mér finnst bara vanta Regular season. Mér finnst vanta The Robin to Jacob Falcons Batman sko. Ég horfði á þetta bara á blaði. Mér finnst það vanta líka. Já. Hann var með það í fyrra. En kannski er hann hana, ég bara hef ekki séð hana þá, skiljurðu. Já. Fattarðu? Ég sé það ekki. Klóna Aras var svona bara frábær berjast Ég er að segja fjórða það, option, skiljurðu. Ég sé hann þannig. Já. Hérna, ok. En Borsi til alls líklegur. Borsi hefur alltaf komist í playoffs. Ég segi það, skiljurðu. Nefnum þegar hann hætti í byrjun. Þannig að hann kemst til playoffs nema fyrsta ára hans. En ég held að vera alveg stór skipting þarna. Einhvers þar. Ég held að fyrstu 4 Já. og svo næstu 4. Það verður bara svo fyrra. Já. Það verður allt jafnt. Allt jáft. Já. Hérna, færum okkur þá bara yfir í val og fáum upp bara potential byrjunarliði Vals. Þetta er svona mjög einhvern veginn þekktar stærðir. Ég ætla ekki að segja boring en svona korteri. Þeir einhvern veginn eiga inni, við vitum það allavega ekki. Við höfum oft talað um það, Steinar, ég og þú allavega, það lekur ekkert frá Hlíðarenda. Maður veit aldrei neitt. Þeir eru búin að sæna kannski einhverja 2 gaura og eru byrjað að æfa og maður bara, hver er þetta á Instagram-myndinu sem er 2 metrar og lúkkar eins og hann sé frá Nígeríu? Þetta er, já, ha? Þá er bara einhver gaur mættur þarna sem enginn veit af. Þannig að við vitum ekki betur en að þeir séu með liðið eins og þetta, ekki satt? Jú, ég bara veit að þetta er liðið. Það var ekki einhver útlendingur sem að... Það komið kanni, sko. Er það þessi Griffin? Ladrian Griffin. En það var einhver annar líka þarna úti, ekki? Nei, það var dökkur Íslendingur. Já, voru ekki flókum. já, ok. Matti sendið þetta á mig á hann, nefnitt. Já, hérna, það er bara eins og það er. Hver er þetta? Ég meina, ég En á hverju finnur ekki með Val, úti? Er hann ekki úti eða? Er hann ekki bara að taka myndirnar? Because of personal reasons, ég skal segja ykkur eftir. Já, ok. Off the record? Já. Ok. Það er fyrsta sinn sem eitthvað er sagt off the record er run and gun. Þú veist, bara óþarf að vera að setja í... Já, algjörlega. Hérna, sko. Við þekkjum alla í þessu liði nema Ladrian Griffin. Ekki satt? Þetta er bara, þú veist... Maður segi eitt samt, af því að... Komdu með eitt. Finnur var ekki úti, af því að við vorum að tala um það. Já. Hann var hérna, Jamal var alltaf úti. Hann fór líka heim snemma, þannig að Daði Lár var acting coach hérna. Síðustu dagana. Er hann sem þetta farin aftur í Val? Hann er komin í þjálfarateimi. Já, sem... Í staðinn fyrir Finn alltaf þá sem... styrktarþjálfari? Nei, Daði Lár er bara aðstoðarþjálfari held ég. 3. aðstoðarþjálfari eða eitthvað. Já, og svo Bjössi Kristjánsson líka, Jamil. Þetta virðist vera svona góð hókulla, þetta er svona að hanga saman. Já, þetta er bara mjög skaman hjá hann á tenni öruglega, sko. Já, svo Callum Lawson komin aftur, bara að hitta vinnu sína. Það hefur verið góð fyllir í á djamgötunum og tenni. Já, djamgötan er þá ameríska stöndin, eða? Já, ekki. Já. Segir það alveg svo vitir það ekki, sko. Ég er bara að meina hvort að það sé einhver önnur, skilju. Nei. Hún er svo fjölskylduvæn, svo ameríska. Ekki eftir 8 kvöldin. Nei, true. Ekki eftir 10 kvöldin alltaf. Já, 10. Hérna, sko, það er fullt af spurningum með þetta valslið. Og nú ætlum við að kíkja í glósbókunni og Frikka Beast. Hann var í þingupásu síðustu 2 vikur eftir Katowice. Ég spurði hann hvort hann væri með eitthvað, hann sagði, nei, ég er bara að fá mig bjór. Já. Hann var annarkvæmt fullur eða þunnur þegar ég talaði við hann. Men það varst þú ekki úti? Nei. Þú ætlaðir úti? Já, Já, ok, svo breytist plönin. Okay. Svo breytist plönin. Hérna, það þarf einhver að vera hér. Svo mikið. Þegar maður er owner. Já. Nákvæmlega. Sko, efsti punkturinn er alveg svona ágætlega sláandi. Þeir náttúrulega bara haldast ekki heilir. Nei. Og sko, og það er eitt að meiðast illa eins og þeir hafa gert, eins og Kristoffer Eikóks í Grindavíkur úrslitaleiknum og eitthvað svona, og Kári að brotna eða slíta eða eitthvað, það er eitt, sko. En svo er annað að mönnum sé bara alltaf illt einhvers staðar, sko. Veistu að þetta fyndið að Búkar sé þarna? Ég man ekki eftir að Búkar hafi eitthvað mikið meiddur. Já, hann var með... Það tók ein meiðsli ekki sem hann var svona... Það voru meiðsli, svo voru... Fekk hann ekki höfuðmeiðsli? Personal reasons, meiðsli, höfuðhögg. Já, höfuðhögg, já. Kári einhvern veginn alltaf annarkvort að jafna sig eða nýbúin að meiða sig dæmi, sko.
Já. Má í raun setja Hjálmar svolítið inn í þetta líka, ég meina hann hefur Hjálmar eiginlega meira svona Já, og honum stundum illt svolítið illt bara. Já Fyndi hann Er ekki Hjálmar alltaf með? Jú, en hún er alltaf illt samt. Hvort er hann þá harður að vera alltaf með en vera illt eða, þú veist, vælikjói að vera alltaf illt en með Það seinna. Ok Þú sagðir það ekki ég. Þú mátt segja að þú ert spilaði með honum í Haukum Sko þeir hljóta að taka annan bólhandling Evrópumann, eða ekki? Kári einn og sér með Ástþór og Kalla sem Alltaf Kanin á að vera svona second ballhandler. Nei, ég skoðaði hann í dag, hann er það ekki Já, þeir segja það. Það er bara kjáftæði, Hann á að geta create Ekki það. bara Nei, þetta er Júrald King típa sko Já, en hann er svona þristifjörki. Athletic. Annarkvort horfði ég bara að vitlu sem gaur á hann eða bara þín sources séu að spila með öðrum gaur Svo bara sem menn hafa séð á æfingum, skilur, en búin að sjá eina æfingu. Þannig að þetta var skrínari sko Já, þeir eru bara séð eina æfingu, það er það sem ég talaði við. Þið Eru þeir eru ekki sama gæjan, sko. Eru þeir að taka Kana sem bara Þannig þeir eru að taka bara sömu, þetta er bara svona Þetta Það er bara ekta valsgæi, hann er bara 2 metrar, ógæslega athletic, getur skipta á öllu og gert allt, Já, skilur. en þá var hann ekki bólhandlir Nei, hann getur leista, fattaru, eitthvað svona. Getur Kristoffer Eikóks leista Já, Að vera bólhandlir hann gerir það tekur ofta Þetta er boltan bara hjá þeim. geðveikur Hann tekur ofta boltan hjá þeim. Ég er að tala um að En ég Kári geðveikur, það var ekki hort að leikið eða? Nú er ég að tala um bara að creata halfkort Þegar Kristoffer Eikóks er að komast til skrín Já, Kári Jónsson er eini það fara bólhandlirinn einn í og einn, dag tala um það eitthvað svo leiðis, fara ekki inn pick and Nei, roll. ég er bara að tala um pick and roll spilari Já. Skilur við, bara Hann er ekki þar. búa til fyrir aðra Hann er ekki þar. Hann Nei. er meira, hann er svona meiri fjarkinn tafa Badmús, skilur Já. Hann getur svona verið nær því samt að búa eitthvað til. Badmús- Fyrir sjálfan sig Já, Badmús skal búa til, skilur Já, fyrir sjálfan sig Já, fyrir sjálfan sig, já. Ok, vantar þeim ekki annan bólhandlir í pick and roll? Jú, sem kemur örugglega, ég held að þetta komi ekki annað þannig að ég held að komi frekar eitthvað stór eins og svona ekki Svíi sem var í fyrra. Já Minnst líklega að koma eitthvað svoleiðis eftir Hvað er ára. þess? Ramstedt Adam Ramstedt. Ég veit það ekki Þeir bæta alltaf þessu öðrum útlending, en það verður aldrei fyrir eftir áramót, held ég. Okkur, þeir eru bara með 2 Það er mjög skrítið. Bara ekta valur, sko. Eru þeir fátækir? Nei, þeir eru bara að reyna þetta svona, held ég. Bara sem þú gerir fyrra, fram áramótum og svo bæta þeir við sig. Eða stu rönna hvað? Þeir eru 6,5 Já, 6,5. Já. Nei, þeir eru þarna 5 í byrjunarliði, svo Kani. Kaninn er í byrjunarliðinu, Griffin Já, er það Griffin? Já, 5 Já. Veitu, svo ertu með Hjálmar, Ástþór og Kalli, það er dökkari ungið það ekki. Jú. Hann er með 8. Ok Kalli er Hann var fínn í fyrra að hann kom inn, hann getur verið inn á, skilur. Finnst þér ekki þunnir? 8? Er 8 ekki nóg, eða? Mér finnst bara mikill munur á því að vera að fá Þú veist, En lögðu ykkur meiðist sem að gerist alltaf virðist vera, Ég þá meina, er tónu þunnur, skilur. ég meina svona liðin sem að þeir kannski eru í baróttu við Tindastóll og einhver svona lið skilur Stjarnan eru að koma kannski með allavega einn atvinnumann á bekknum og kannski 2 alvöru spilar, kannski Júlíus Orra, Pétur Rúnar og serbneskan atvinnumann. Ég held að reyna að reyna þetta fram áramótum, en kannski bæta þessi fyrir, skilur. Svo er náttúrulega annað sem að þú veist, leiði mig inn sko, hvað eru þunnir, ég meina 14 leikir af 62 sem að þessi 3 sem ég seti byrjunarliði hafa spilað saman. Íslenski kjarnin er bara gjörsamlega brothættasti kjarni deildarinnar. Hann er það. Þannig að þú veist, ef þú ætlar að vera með einn fullorðinn og kannski Ástþór líka, ég veit það ekki og hann náttúrulega spilaði hann var líka mikið meiddur í fyrra. Ég held að við munum sjá eitt nafni viðbót þarna sko. Hann kemur, bara hvenær það kemur, skilur, en það kemur pottþétt. Já, en hvernig væri bara að vera með atvinnumanna klúb og fucking byrja bara september út mæ, þetta eru 9 mánuðir og gera þetta bara almennilega. Ég sammála því. Ekki væla þau yfir því að við getum ekki þetta Eurobasket ef að menn nenni ekki að fucking æfa sko. Ég þoli þetta ekki. Hvað kemur annar útlendingur í Eurobasketið? Ég veit ekki, Kári Jónsson kannski væri ekki að dekka Kalla á æfingum. Já. Kannski gæti verið inn á í Eurobasket. Það er annað. Þú veist, bara til dæmis. Það er annað, já. Hann væri kannski einhver samkeppni mínútur, skilur við. Það er bara ekki til. Menn ætla bara eitthvað að gera ekki neitt og rúlla út í hotni með Finnatla og spjalla þú veist, þetta er sem ekki kjaftaði. Já, en Valur er búin að gera þetta núna síðustu ár. Þeir hafa gert það svona. Og það hefur skilað þeim bara þokkalega fínum árangri hingað til. Nei, ekki fyrra. Jú, titill í fyrra. Byggamestatill. Já. True. 4. sæti. Og ef að Kári hefði ekki meðist ef að hefði leikurinn, skilur, þeir hafði getað farið langt. Ef þú borgar 5 landsliðsmönnum fyrir að vera að rúlla þarna út í hotni og er sem 4 rándýra atvinnumenn eins og í fyrra, þeir enduði í allavega 3. Endur með 3, eða ekki? Jú, þú veist,
með Ramstedt, þú ert með Callum Lawson núna, Badmus í fyrra, ég meina þú ert alveg líklega til að vinna með Eikóks, Kitta Páls, Kára Jónsson. Ég meina Badmus var að bera þetta liði fyrir bara í ykkur sigra sko. Ég bara skil þetta ekki, þarna ég þá freka bara Tindastólsmegin að skrá sig í eitthvað Evrópukeppni og vera eitthvað, þú veist, að æfa bara. Það var langskemmtilegast fyrir alla. Já. Bæði fyrir þá í liðinu og fyrir Mér finnst að það horfa á svo- deildina sko. Þú ert með atvinnumannalið, en svo ertu einhvern veginn alltaf bara, ja, svo bara bætum við einhverju við og ég meina, þú veist, En vitum við ástæðunni fyrir þessu? Eins og þú segir, þetta er ekki fyrsta skipti, þetta er bara, Er þetta ekki bara- 2-4 ár. Þú veist, er verið að spara peninga, er verið að finna, þú veist, síðasta púsli eitthvað vantar eitthvað, þú veist, af hverju er verið að gera þetta? Ég veit ekki hvort það finnur sig að vera sérvitunningur eða hvort sé peningar sko. Ég bara þekki það ekki. Eins og maður sem maður heyrir ekkert úr val sko. Það leikur ekkert út, Nei. heyrir ekki neitt. maður líka sko hugsaði í fyrra að því að þú veist, þeir tóku early exit, ég meina þeir töpuðu í 8 úrslitum Já. og það voru allir heilir þá. Nei, Kári Nei, meiddist. Kári meðist í Kári meðist, já, á móti Grindavík, Já. true. En þeir voru komni með hérna kanan sem að var Joshua Jefferson Já. aftur inn, en allir aðrir voru með, ekki sant? Hann vann sig Badmus, inn í að vera heill aftur. Kiddi í raun. Páls. Kitty Páls, Kristoffer Eikos, þeir voru allir einhvern veginn með. Taka þeir ekki 3-1 exit eftir að Þeir unnu fyrsta unnu ekki. fyrsta, svo meðist Kári. Meðist Kári í öðru leiknum. Já. Þeir voru yfir, Já, akkurat. tapu fórskotinu Leit og vel út. tapaði Já, sériðinni. ok. Ég meina, ég held að þeir myndu, þú veist, þá mæta núna bara einhvern veginn svona með blóð á tönnunum, guns blazing, Kitty out, sæna þá bara einni viðbót. Og ég Það er það sem ég hugsaði, að þegar Kitty dettur út, þá held ég að þeir myndu fara í fjórðuldika sko. Allan að 3 í byrjun. Frikki Beast kallar Adrian Griffin bara Hjálmar Stefánsson 2.0. 2.0. Já, þú veist, ég hef ekki séð hann sko. It's not a ball handler. Ég hef bara heyrt. Ég hef bara segið sem ég heyrt. Ég hef ekki séð hann sjálfur sko. Nei, Ég var ekki á YouTube að horfa fyrir leiki hjá hann sko. nei. Ég tók 3 heila leiki í morgun með kaffinu. Nei, Nei. það segja. Ég horfði á 3 tróðslur. Já, þetta er svona hoppari. Ja, hann var svona, þetta myndi mig mjög á Júral King. Svona mikið að blokka skot og tróða fast og svona. Hvað hafa með, sagði ekki með 60 í prófa? Jú, ég er svona, þetta var ekkert rosalega flottur ferill, sko, Hann þannig. er liðsmaður. Pro A, fyrsta deild í Þýskalandi. Já, Já. Hilmar Hennings var með einhver 13,7 stig aðna eða eitthvað. Hilmar Péturs líka. Hilmar Péturs líka, þannig að 6 stig fyrir Kana þar er ekkert æðislegt, sko. Nei. Og með 10 stig í Lúlea einhvern tímann í Svíþjóð sem er svona munið eftir sænska Steph Curry sem að var í Þór Þórðarsöfn. Það hljóma bara eins og svona... Rönnqvist. Já, Það hljóma Hann var eins og 15 stiga gaur í Lúlea, sko. hljóma eins og góð roleplayer, skilur. Já, hann Sé kann þannig. ekkert. nei, true. Hver? Adam Rönnqvist? Adam Rönnqvist. Já, hann var pulsa. Já. Heyrðu, sko, við gleymdum, heyrðu, Glósubók Frikka Beast, kemur með Georgíumannin ykkar. Hann tapaði 27 leikjum af 29 í fyrra. Það eru sko, það eru 3 gaurar í deildinni sem að voru með honum í liði sem töpuðu 27 af 29 leikjum. Hvað er nú með... Serbin í KR, Alexi Já, og Jordan Williams í Keflavík. Já, ok. er þetta bara- Allir í af hverju- sama liði. Hvað, í var Rúmeníu. var bara útsala svo í kjölfarið á sísoninu? Já, En hvað er sterkast í deild? Þetta er svo Þú veist, fyndið, Þetta er ekkert eitthvað geggjaðar tölur. Ekkert frábær held ég, ekkert frekar en... það hefur verið svona peningar að fara inn í þessa rúmensku deild einhvern veginn samt síðustu ár, einhverju vopnasala peningar. Já, en... Já. Já. Vopnasald. Þetta sé ekki eitthvað frábær deild, sann. Það var umbúðsmaður sem sagði við mig Spiluðu við ekki við eitthvað... Stólu ekki við eitthvað... drug trafficking Rúmeníu? and weapons. Já. Þá deild. Það deild, já. Já, ok. Eru þeir Kosovo og eru Rúmeníu. þeir bræður að sponsa þarna? Já. Áhrifavald, Instagram áhrifavald, hvað er það rættir? Andrew Tate og Andrew bróður hans. Tate. Já. Sko ég sé fyrir mér að þetta lið hafi tapað einhverjum 27 af 29 leikjum, svo hefur einhver umbúðsmaður labbað hann inn og bara svona sænað á alla og svo bara hringt til Íslands og selt á einhverju fokkin útsölu hérna, sko. Já. Já. The fuck do I know? Ég ætla að spá því að enginn af þessum þremur lifir fram á áramótum. Í hvað liðin eru hinni? Serbneski point guard KR. Já, þú og ert ekki reyna að heyra senderinn í honum verið. Keflavík. Nei. Það er bara Mike Crayon típa, sko. Bara getur ekkert skotið, lágvaxinn, stór, góða sendingar. Frábær 4+1 kanni. Já, en hann er náttúrulega breyti, sko. Já. Nú með þeir vera, þrátt fyrir Brexit. Já. En herðu, færum okkur úr smá Georgíu punkt tilbaka í Val. Hérna, ég meina þeir ætla pottet að vera Íslandsmeistarar, eða ekki? Jú. Já, 100%. Þú ert ekki með alla þessa íslensku leikmenn
Nei. Þú ert ekki með 2 alhansleikmenn og ætlar ekki að vera Íslandsmeistari. Eða, þú Tvo? veist, Kristófer. Já, Valur er að fara í títil. Var það? Einn annar sem að vildi Sem er búinn að vera. og ætti að vera Og á 50 leiki. og við getum samþykkt það, 2 aðlandslismenn. Hver? Kristó ætti að vera. Kristófer Eikóks og Er Kári. það? Með þau geti á hann verið landsliðin. Já, Þó að illindi á milli hans og þjálfarans. við erum að tala um 2 aðlandslismenn, já. 100%. En eru það bara fyrsti leikur í október? Já. Er Kári bara að fara að spila point guard 40 mínútur? Þú veist, er það bara stað? Já, Ástþór bara back up, bara sem Já. það er gert. Ástþór er búinn að fínt, finnst mér síðustu 2 ár, sko. Já. Sérstaklega í fyrra. Hann hefur bætt sér mikið, sko, þegar hann er heill. Bara, Er Valur þitt lið það? Nei. Í deildinni? Nei. Heldur með Val? Nei. Með kallaði- hvaða lið heldur með í Í eftir? deildinni núna? Já. Nú kallaði Steinar Valsari. Já, bara ykkur, sko. Ég held alltaf með svona Keflavík, sko, þegar Pétur var að þjálfa. Bara því að ég fíla Pétur, sko. Þú heldur basically meira með mönnum heldur en einhverju lið, Já. sko. Bara eldi vinnina. Ég held alltaf með Hilmar Henningsalli fyrra, Haukamaður. Held alveg með Hilmar Péturs núna, hann verið góður, sko. Heldur ekki með Hann er ekki búinn að eiga Sigga líka smá í Álftanes? Æfingarleikja dót. Siggi, Ekki hann þannig. segir þessi bleiki, sko, hann að That's true. dead to me. He's dead to you. Fair. En Hilli P, hann er ekki búinn að eiga góða æfinga. Æguleiki? Já. Var hann ekki með 17 stig í síðasta eða eitthvað? Er það? Já, minni það. Ég sé það okkur töflu. Það er ekkert að marka þess aðeingarleiki. Nei. Ég veit að mann á best. Kóngurinn á prísi svona alltaf. Hvað hér kaninn? Jalen Moore. Ég held að hann sé komin í Pro B í Fraklandi núna eða eitthvað. Hann er búinn að gera mjög vel eftir að bæði Haukar og Hamar rákan. Góður leikmaður, vondmanneskja. Mjög vond manneskja. Vondar manneskjur, þeir ganga oft betur á meginlandinu. Gangur betur í Fraklandi bara. Þeir ganga upp í Fraklandi. Gangur í Fraklandi. Frakkar bara elska vondamanneskjur. Já. Þeir eru það sjálfur. Ég held ekki bara að þú ferð inn í eitthvað svona atmó að það eru bara 9-10 aðrir leiðilegir atvinnumenn með þeir liði. Þetta er bara það bara heimilislegt. funkarar einhvern veginn. Við erum líka bara heimilislegur í Íslandi og bara klefin er eins og hann er, skilur, það getur verið mjög veikur og bara á Norðurlöndum yfir höfuð. En svo fer þetta Fraklands og það fer allir í sturtu í sundskilu og Eða fara ekki. enginn að pissa hvern annan og allt það, sko. Það var eitthvað enginn að pissa á Jalen Moore. Ég get alveg sagt Þannig að það. það flottaði. Mögulega. En Giga, var einhver að pissa á Giga? Nei. En það var frækt partí. Já. Já, ég hef heyrt af því partí. Giga samt sko. Já, shit. Það er nú stór maður sem er á lausu ef einhver vantast að fyrir Það er podcast gorgímanum. út af fyrir sig. Það er podcast út af fyrir sig. Það verður í bóði Píeta samtakana eða eitthvað maður. Það podcast, eða geðhjálp eða eitthvað. Já, ekki svo Þegar við tökum eitthvað svona svoleiðis podcast. Hérna, sko. Við erum sammála um það að þeir ætla að vera Íslandsmeistarar, en ég meina, það er þetta lið ekki að gera eitthvað meira til að keppa við þessi bestu lið. Ég meina, þeir þurfa að haldast heilir. Þeir þurfa að sæna einhvern góðan útlending. Allan einni viðbót og þurfa að haldast heilir. Já. En hefur Valur, skilur, þeir þurfa þá að ná í eitthvað prúven útlending. Þeir skáta ekki sjálfur. Þeir þurfa að ná einhvern prúen eða að ná í einhvern sem er dýr og er actually góður þá. Já. En, já. Þú færi vandalega eitthvað gott eða borga mikið fyrir það er svona. Adam Ramstedt í fyrra, það var gott sæn, hann var alveg góður. Á, mjög góður. En þú veist, hann var líka bara á Eurobasket með sænska landsliðinu og kostaði sitt. Já, algjörlega. Var hann dýr eða? Það er bara pottitt. En ætla var ekki Káur eiginlega búið að sæna hann og Valur stálu eða? Jú, maður heyrði þið reyndar að því. Ég heyr ekkert af því. Svo endaði bara með Giglotti á 2000. Já, það var annarkvort eða. En svo er líka eitt sem er mjög fyndið í svona tali alltaf. Það kemur einhver góð leikmaður í eitthvað lið og þá kemur einhver og segir já, við vorum náttúrulega búnir að tala við hann og finna upp á þessum gaur. Já. Það er einhvern veginn eins og menn séu að sanna að þeir séu alveg að gera heimavinnu og þeir að fatta upp á hann. Og þeir voru svona nálagt, þeir voru volgir. Þetta er svona eins og KR löbbuðu mig fyrra og töluðum að þeir voru alveg nálagt í að landa Hilmari Hennings. Já, og eins og þú með Shabazz, það ekki? Það ekki Shabazz? Ég? Já. Nei, ég hefði bara alltaf getað sænað hann. Ég bara gerði þetta. Þú vildir ekki það. Shabazz var á mjög mörgum listum alltaf til Íslands. Og einmitt var einhver svona Kosovo-liði eða eitthvað svona alltaf að reyna, umbóðsmaðurinn var alltaf að koma hann burt, sko. Já. Er þetta ekki minni heimur en maður heldur? Mér finnst bara, er alltaf þegar maður heyra þess að tala ykkur lið mikið sumi gæðum að senda alla þjálfara. Já. Þú veist að umbóðsmenn eru bara, kannski, senda bara á. Þannig að þú ert að skoða út þessum þjálfari eða þá er líka að sé ykkur annar þjálfari að skoða þessu samóti? Jú, og bara 100% maður. En það hjálpar ofta eða út með Gaura eins og þegar Kári var búinn að vera í Barcelona þá með hún. Þannig umbóðsmann skilur á þeim tíma
sá gæi var með fullt af stóru nöfnum og þá getur Kári komið með liðinu sín samband við þennan gæi, hann kemur heim, skilur og auðvitað hjálpar það fá það meira alvöru leikmenn heldur en aðrir ekki að sjá, skilur já, og bara svona sem fyrir Álftanes, skilur þeir voru með Hauk og Hörð enda náttúrulega með Hauk það til dæmis og ég, þú veist, efast ekkert það að ég efast það að einhverju leikmenn út í heimi viti hverju þeir eru endilega en þegar að þjálfarinn eða stjórnarmaðurinn talar við umboðsmann og svo leikmann og segir já, við erum með eitt sem að spilaði með þessu liði í ACB og svo þennan sem var í Bundesligunni og Greiklandi og... já, að þá ertu strax bara eitthvað svona já, ok þetta ekki bara gæjar sem eru 17 ára í úlingaflokk sem var hljómar alltaf frárindandi sko. sem er að koma inn í eitthvað atvinnumannalið og sérstaklega svo stólarni geta selt, við erum fyrir Evrópukeppni annar rauðið já, talandi, en svo sænuðu þess að bara alla gauðurinn sem voru hérna sko. Já, eða breytt þeim í Íslandíka nema Ívan já. Eða breytt þeim í íslenska ríkisborgara já, sjómaðurinn það leikur eftir Hvað kalla allir sjómaðurinn? Það þegar Gex er á sjó, ég ætti sjómaður eins og Drungilas? Nei, Drungilas er einhverjum trillubát bara Gex er einhverjum alvöru, hann er bara eitthvað að taka mánaðar bara eitthvað uppsjávarskipið já Mott var annar bjórar Gex var að taka bara Gex var að taka eitthvað 10 mánuði bara og hlæjandi og kom íslenska ríkisborgari Hefðu við getað notað hann í landsliðinu? Já, ég hef alltaf tekið þá frekar Mario eða Jaka Ég hef alltaf tekið Mario landsliði, ég ætlum að fara í þá umræðu Já, ég veit ekki alveg í hvað umræðu við erum komin mjög langt frá valsumræðinu sko. Ég er svona, þú veist, með val núna ég er svona fyrsta sinn veit ekki okkur, veit ekki hvort að eitthvað svona Badmus, Kitty Páls fyrir mér er alveg svona top 5 útlendingur og top 5 Íslandingur jafnvel top 3 og top 3 síðustu ár, eða ekki, eða? Hver? Badmus fyrir mér er svona top 3 útlendingur í deildinni, ár eftir ár Já Ef þú tekur vörn og sók bara eitthvað svona Ok, Kitty Páls eiginlega líka Besti Íslandingurinn í fyrra Hilmar Hennings bestur, já Já, en í deildinni Top 3 Var ekki Kitty valið bestur í fyrra? Hitti fyrra, þeir eru unnu Hitti fyrra? Já, þeir eru unnu Ægir var vanlega fyrra En Kitty var líka frábær í fyrra, sko Já Þannig top 3 samanlega Já Þannig þeir eru að missa top 3 atvinnumann, eða svona útlending og top 3 Íslanding og mér finnst einhvern veginn bara svona að þeir fá Callum Lawson í staðinn sem er komin á senast söludaga, eða ekki það? Það var svona punktur sem að ég vildi að Frikki myndi taka út Hvað er Callum Lawson búinn að vinna marga körfuboltaleiki á Íslandi í síðustu 2 ár? Þetta var ekki sami Callum Lawson mætti Keflavík í fyrra Árið undan og í Hann var í Tindastól og endaði 8. sæti sko. Alveg rétt Í fyrra? Já, og herri Keflavík í fyrra Í Keflavík Hann kom inn í Keflavík í fyrra og þeir bara héldu áfram að tapa fyrir öllum Já Hérna hann bætti eiginlega engjum við Svo hérna þar á undan var einn Tindastól Herru, ég var með hérna Tindastóls Haldursson bræðir hérna Tindastóll ég nefndi Callum Lawson það var í eina skipti sem ég náði þeim hérna bara á flug sko Tuffuðu þeir bara þeir voru bara þeir bara tók úr sér hérna æspúðun og hræktu þeim á gólfið sko. bara þeir vildi þetta fauk í þá sko Fekk óbræði munni já en ég er svona en auðvitað Callum Lawson þú veist enda bara eitthvað 30 eða eitthvað og getur skipt á hrínum og sett skot og eitthvað og Já, ég held að hann líði bara vel með vinum sínum í Val og stutt í miðbæinn og eitthvað en þeir þurfa klálega eitthvað meira finnst mér, miðað við hvað þeir eru að missa stór púsl Í gæmi sem að Valur spila þá finnst mér Callum Lawson passa óslega vel inn í eins og hann gerði áður hann fór þaðan hann passa bara óslega vel inn í þetta system eins yfirbúr skemmt og að segja þetta skilur Nei, þetta er samt alveg rétt, ég meina þeir kunna að skipta skrínum og fronta og hjálpa og dobla og þú veist þeir þurfa lítið að þeir æfa þetta, ég meina þetta lið er búið að fara fullt af úrslitaseríum og úrslitaleikjum og eitthvað svona dót en Já, vinna titla á flestum árum sem þessi hópur hefur verið saman skilur Já Það er bara einhvern veginn líka ótrúlega erfitt að veðja gegn þessu valsli Ég held bara með Finn sem að kann þetta Ég held þeir eru mestarar í fyrra sko Já, ég held alltaf þessi ofalega Svo ertu með, ef þeir haldar heilir með Kára, Kristó, Hjálmar, Búker þeir geta alltaf, og Lawson svo geta þeir alltaf skipt og svo áttu ykkur nefn líka sko. Þetta snýst bara að þeir haldist heilir og séu on their game Heldur þeir hafa reynt við Pablo Bertone? Nei Ég hef heyrt það að Pablo Bertone er að fara að taka einhverja leiki með KFG til að kötta niður bannu og hann missi af 2 leikjum í deild Hvað finnst þér um það? Ég bara ekta stjörnulið að svindla
bara finna eitthvað loophole og svindla. Já. Finnst þér þetta að vera svindl eða eru þið sniðugir? Já, þetta er alltaf svindl. Mér finnst það sniðugir, sko. En auðvitað, þú hattast Þetta á bara ekkert að bjóða, þetta á ekki að vera hægt. Nei. Skilur, Ef þú ert bara típist KKÍ að vera með drullurinn En nú er KKÍ og Stjarnan ekkert bestu vinnir eða? Jú, Arnar kannski er vinn. Nei, Arnar er ekki þarna lengur. Hann er nú þjálfari Tindastóls. Matti, þú ætlaði nú að gera svipað. Ég hefði alltaf gert þetta með Hauka og fengi Pablo inn, en þá mönnum fannst það siðlaust á skrifstofu Hauka. Í alvörinni? Já. Það maður lánar á flúðir bara hrunamönnum eða eitthvað. Búið að gera samning við lið bara munnlegt samfamlega. En er þetta út af fyrst en þið byrjar undan? Já. Hvernig... Þannig að 2 leikir þar og svo meistararna líka. Þannig að missið 3 leiki út úr banni í þessu leikjum. Þið vita okkur er Bóbosson brjálæði þessu. Stjarnan og okkur er leik 3. Hann mætir það þannig. Það er ástæð. Já, ég skil hann vel, en ef þú ert KKÍ og heyrir af þessu, ég meina, nú er ég bara dómarinn. Ég man ekki hverju voru að dæma þegar hann fór þarna inn í dómaraherbergið og ausaði yfir Kitti og Simmi og eitthvað, bara bestu dómarar landsins, skilur við. Og þú bara, ég meina, svo er hann kærður fyrir þetta af aganemnd og fær 5 leikja bann af því að hann, hvað kallast þetta, fór hann á einhversvæði dómara og eitthvað svona bla bla bla. Já, hann fór bara inn í herbergið. Ef ég er dómarinn sem lendir í þessu og heyrir af þessu, þá er ég mættur niður í Laugardal að banka. Eru þið vangjafnir að ætlið að gera eitthvað í þessu? Það er bara einfaldast væri bara að breyta, þú tekur venslaskipti, það þurfa að líða hérna 30 dagar, hann til að gera önnur skipti eða eitthvað skilur. Það var einföld regla að breyta, myndi ég halda. Það sé lögfræðingurinn. Já, ég svo þekki það regluverk ekki, sko. En svo er... Nei, nú er að kynna þér það og koma aftur inn. Það er bara að hafa bara, ef þú gerir venslasamning, þá þarf þetta að vera þar í 30 dagar, hann mátt skipta aftur. Það er bara óslega... Þeir náttúrulega gerði þetta líka með Kananum þarna í hrunamönnum munið. Þeir tók hann inn fyrir bikarhelgina. Alveg rétt. Alveg rétt. Já. Þannig að þeir eru góður að finna loopholes. Mér finnst það öðruvísi samt, sko. Já, það var svona redding, já. Já. Þú ert að taka Kana úr fyrstu deild sem að þú ert ekki að taka Kana bara frá NBA, sko. Og það er líka pirrandi líka upp á hvað bara menn eru lengi að fá leyfi fyrir Kana en heima, sko. Já. En það var samt skrítið. Já. Það er einhver Kani bara einhver liði í fyrstu deild, svo kemur hann eina helgi og spila með öðru lið og svo bara aftur í gamla lið. En nú er þessi umræða byrjuð og það eru 2-3 vikur að leika eitthvað. Þú veist, ég veit að menn eru ekki heyrnarlausir, sko. Þú veist, það er búið að setja þetta Hörður Einsteins hlýtur að heyra þetta. Það vita allir af þessu. Og það er örugglega bara búið að spyrja, fattarðu. Getum við gert það? Telur leikurinn, þú veist, ef hann fer þarna yfir og kynna sér þetta. Svona eins og Þór Þorláksson með e-mailið með, var ekki einhver útlendingur sem var að spyrja? Nei, jú. Svo spreyttu þeir bara. Svo stundum ekkert að marka e-mailin sem koma tilbaka, reyndar. En þú veist, ég pæli í því núna, þeir heyra af þessu og segjum að nýju formaður KKÍ sem ég hef reynda bara ekkert síðan ég heyrt af frá því að hann urðaði yfir handbolta. Hann er bara hvarf. Hann var í Katowice. Já, ok. Það er nú kannski óeðlilegt að hann hefði ekki verið í Katowice á Eurobasket. En hann fór lítið fyrir honum. Hann fyrir alltaf meira fyrir Hannesi og Guðbjörgu. Hann er svona alltaf í frambúðum og svona inn á milli. Já, en þú veist, Hannes er samt andlit KKÍ, ekki þessi nýju gaur sem ég man ekki eins og eitthvað heitir og ég man ekki hvernig hann lítur út. Ég hef aldrei séð mann. Hann er að læra á þetta. Já, anyway, ef hann er búinn að lesa þetta í slúðrinu hjá davideld.karvan.is og þeir eru bara eitthvað, þetta er nú frekar amatúr hjá okkur og þessi gaur takir bara 3 leiki út í KFG. Heldur hann sé að lesa slúðrið Karvan.is? Hann ætti náttúrulega að gera það. Sveinbjörn Skúlason. Já, það er næsta sem að þeir ætla að ræða svo á skrifstofunni. Hvað ætla þeir að ræða ef ekki þetta á skrifstofunni í Laugardal? Þeir eru að ræða þetta. Þeir ættu að ekki að, Hörður gerir það 100%, sko. Já. Það sé það ekki hann. Og formaður dómarnefndar hlýtur að senda línu, bara, hey, strókar, þurfum við eitthvað að skoða þetta? Þetta er nú frekar slæmt að menn geti sparkað upp hurð hjá dómurinn og svo setja þeir út gervibann í einhverju liði sem þeir eru ekki í. Algjörlega. Skilurðu? Þannig að segjum að þeir breyti þessu. Ég meina, í hvaða stöðu setur það þá Pablo Bertone og Stjörnuna að vera búnir að sæna og þeir breyta reglunum núna? Þeir fara ekki að sleppa því þá úr því að sæna hann, skilur. Henda honum heim og fá sér Kana kannski. Já. Þeir halda honum sama hvað, sko. Myndirðu taka leikmann sem byrjar í 5 leikja banni? 5 leikir er alveg 1/4 af sísoni, sko. Já. Regular sísoni. Það er alveg brútal. Pablo myndi ég taka, já. En ekki bara hvert sem er. Nei. Það vil meina að þeir sé bara búin að ákveða þetta. Bara þeir tóku bara ákvörðun þeir réðan að þeir ætla að skipta um í KFG þannig að það tekur bara 2 leiki stæðan fyrir. Já, við skulum... Er búið að tilkynna hann, eða? Þetta er ekki búið að tilkynna hann, sko. Nei, af hverju heldur það sé? Hann er... Ég sá mynd af þeim, að var svo Safran eða eitthvað,
á leiðinni, norður að keppa, eða kannski var það í Kaupfélag Skagfirðinga, Pablo Bertone voru á myndinni, sko. Já. Ég veit hvernig gæinn lítur út, sko. Já. Það er enginn að fíbla mig. Ég sendi ekki mynd af þig og spurði, hver er þetta? Þetta er Gunnar Bertelsson, hérna, úlinga landsliðsmaður Stjörnunnar. Já. Af rómurskum mættum. Þannig að hann er mættur. Ég veit ekki hvort hann spila eftir. Pottit. Hvað er leikur eftir? Tindastóll Stjarnan í kvöld. Ætlar að taka hana? Ætli ég að taka hann á Live-í. live-í? Er það sýnt að það? Já. Já, það er ekki ennurlega. Hórum bráðan hér. Já, eftir 1,5. Getum við tekið þú ert með næturpassu? Ég með þetta þessu, það var myndi það. Getum við tekið pissupásu það? Já, tökum pissupásu. Spá með Val. Ef að enda þetta þar. Velkominir úr pissupásu. Já. Það er bara eitthvað. Takk. Steinar, hvar spáirðu völsurunum þínum? Ekki koma með eitthvað, þessi er alveg heill. 4. sæti. 4. sæti? Já. Í deild. Ok. Og spurning 2. Þeir fá IR í fyrstu umferð, 8. úrslitum. Hvernig endar? Ekki verið 4. sæti. Jú, bara IR, Það vinnur Valur. 3-0. Já, 3-0 eða 3-1. Og vont fyrir Jacob Falkó að lenda á valsvegnum, skipti vörninni. Já, mjög leiðilegt fyrir hann, sko. Það er það. Já, ég er bara sammála. Bobo, Valur, hvar enda þeir? 5. 5. Ná ekki einu heimavelli. Nei. Ok, og þínu menn, þeir ná 4. sætinu eins og Elvar spáði. Já. Hvernig endar serían? 3-1 fyrir IR. 3-1 fyrir IR, Já. easy. Já. Sæll. Elvar? Ég ætlaði að vera með 5. en sko, ég vil ekki mæta þeim í 8. úrslitum. Þannig að ég segja 7. sæti. Nei, býtu, ég er með tvist á þetta. Já. Segðu bara hvar þeir enda. Þeir enda í 15. Þeir enda í 15. Já. Ok. En hins vegar enda þínum menn, sko, ekki í 4. Þannig að þú mætir þeim í 4. liða. Já. Hvernig fer Valur IR í 4. liða? Við erum með heimilagreitin. Nei, þeir nefnilega voruð í 7. sæti og unnu 3. sæti. Sem var Grindavík. Sem var Já. Grindavík. Ég segi að við tökum oddalegin. Þið takið á það og farið í finals. Já. Við erum fyrir finals í ár. Hvernig ætlar að skora mútið valsvegnum í undanúrslitum? Bara Falkó og Borsi og Hákon finna að leita þess, sko. Ég hef engar ákværi. Tómas Orri í Ég hotni. meina við fundum alltaf leiðir í fyrra, eftir að Falkó kom. Við náðum að alltaf að finna einhver leiðir til að skora og ég hef engar ákværi að því að það gerist ekki núna. Falkó leit vel út í gær. Hann Já. er aðeins sterkari. Hann er Ég ógeðslega góður. Ég er líka með Ég held að Ógeðslega góður. ég held að hann sé sko búinn að styrkja sig meira. Þetta er svona eins og þegar Jordan lendi á Detroit vegnum sko í playoffs. Þá fór hann Já, að fór svo lyfti að ekkert lyfti. eðlilega mikið og kom massaði tilbaka og ég sá Falkó í gær. Hann er komið með vöðva sko. Já. Hann var líka ekkert eðlilega duglegur að æfa í sumar gæðin, sko. Var hann á Íslandi eða? Nei, ég bara með hann á Instagram. Ég elskar að menn segja þetta. En- Hann var svo góður að æfa á Instagrami sem Nei, En þú sko, getur ekki feika þú- það. Þetta er... Eða þú sástu bara á honum í gær, hann var með svona, Ég elska þetta, sko. hann var með svona NBA upphandlegs vöðva, Já. fattur, sem er ekkert algengt á Hafði hann eitthvað ára á skóta, sko. bökkurum á, Og Siggi P. já, Hann var ekki að sitja hann í þetta gær. var eins og munurinn Ha, þegar hann var Siggi ekki að P sitja kom hann allt í í einu gær. massaður tilbaka. Sem var myndan um daginn og já, alveg skrokkur, sko. Já. Já. En mótið hefur ekki ára á skótið hans. Þú veist, það er Hann náttúrulega... setti ekki Tristana í gær. Nei. Það er ástæðan fyrir ég lifta aldrei. Þú veist, maður má ekki lifta Skotið í strókuna, burtu. sko. Getur... Annars Já, heit Jordan. fókustu. Ha? Annars heit Jordan og Lebron. Jordan var ekki standa að geta geggjur skýt. Nei. Ekki þannig. Hérna, hann var massaður að fara á hringin í gær, sko, en Hann var með bara Guðmund frá sér, sko. já, hann fór sem David Dolesæ líka einu sinni Já. og Báen er alveg Sá var þykkur slappur. Dolesæ, Já. sá var alveg hræðilegur í Hann gær. lillur í gerða. Já. Ég held samt að hann verði ekki Það er svona ekki lélegur. gott fyrir Ármann. Nei. En skilur, Hot take. Hot take af dýrasta sænið þeirra. Það verður lélugur sé vond. Það er ekki gott. Hérna, já, ég að spá líka, nei, ég þarf ekki að spá. Jú, jú, spáðu. það er með spá. Með Val. Erst þú ekki hlutlaus hérna? Ég held að Valur endi í 4. sæti. Þeir ná heimavelli. Og hvernig fer Valur í í 8. 3-1 fyrir Val. Ég held bara að Valur En heldur þú að Valur getur Valur í playoffs er svona eiginlega versta Versta valsleikinn í halfkort uppleggið fyrir IR. Já, bara mörglið. Þeir eru svo góðir að taka svona eins og þegar þeir lendu þarna á móti Vinny Shahid og eitthvað. Já. Þeir eru svo góðir að skipta og þjappa svo bakvið og bara standa kjurir. Já, líka þeir eru góður Já. að brjóta ekki.
Mjög góður að brjóta ekki. Ógeðslega góður að brjóta ekki á röngum tímapunktum. Að brjóta snemma, þannig að ekki skot, en brjóta ekki undir körfunni, sko. Það sem ég set áhyggjur af mínum mönnum þú veit að tala um Falcao, þegar hann fer á körfuna og allt þetta. Og við erum búin að missa 2 leikmenn sem voru, Óskar var frábær skotmaður. Voru að báða strax og þessna finnst mér. Já, og það náttúrulega mestu, ef við erum ekki með skotminn inn á með honum, að þá gæti þetta orðið einhver smábrekka, sko. Á að geta skotið. Hann þarf að geta skotið. Fyrir Kristján Fannar eins og loft, sko. Kristján Fannar getur skotið, Hákon getur skotið. Kristján Fannar var geggjaður í gær. Hann getur skotið, við vitum það. Hákon getur skotið, Dimitrius getur skotið. Já, en sko, það samt alveg munur á því að geta skotið og vera skytta. Óskar Jörgensen hefur búið sér til þennan litla körfuboltaferil að vera á Íslandi fyrir bara að vera pjúr, hann hittir bara 90 sem af 100, sko. Og Mati Kava sama, hann getur verið einhvers staðar að curla, poppa, whatever í transition og þessi gæði bara hitta. Og getur alveg lent í því að Hákon eða Dimitrios bara hitta ekki 4 sinni með röð gal opnir, sko. Og við erum fullt af mönnum núna í þessu liði sem að geta skotið, en á mínum mati ertu ekki með neina skitt. Kristján Fannar skitt. Hann gæti verið hann er loft, hann sé orðin úrvarslegur leikmaður þetta tímabil. Ekki í fyrsta til með KFG að skora 20 stig leik, sko. Svo líka varandi, sko, við rættum hann ekkert á hann, sko. Samþykkt. Hann er Rapp-gæinn sem kom frá Fjölni. Ég held að hann geti alveg verið í stærra hlutverki heldur en svona flestir ætla, sérstaklega mótið sumum liðum, sko. Hann með svona eiginleika út af, þú veist. Hver eiginleikin? Hann getur dekka 5. Í úrvalsdeild? Já. En hann getur allavega, hann getur það allavega djöflast og dreigja út úr teiknum. Átti hann salla niður þristum í úrvalsdeild henni minn? Nei, hann getur skotið. Nú erum við komnir Breiðholtsveikina sem að, þetta er það sem ég var að En við gleymum einum sem að fór frá ég. Danny Koljanin. Já, saknið hans. Sexy Janny. Hann var bara fín. Já. Hann var fín berjastleikmaður í fyrra. Já, tökkur í honum, alltaf tökkur í honum, en djöfull leiðilegt að horfa hann spila körfubolta, maður. Að tjekka niður. Já, hann er bara fyrir mér, ég hef sagt áður, hann er bara Will Ferrell í semifró. Já. Komdu með boltan, dribbla, lítur í kringum sig, ekkert að frétta, út, komdu maður aftur. I don't like it, hendur hann út, og hann bara, hvað er það að gera? Og bósið bara, inside, outside, og maður bara, hvað er ég að horfa á? Og allir hinni bara að horfa á. Þetta er hrotti, sko. Alveg, og bara hinni bara einmitt skipta á öllu og standa og bara, þess þeir eru ekki að gera neitt, sko. Nei, en svo fer hann heim á kvöldinu og hefur gaman. Herri, látum þetta vera að loka orðin í dag. Takk fyrir að koma, strákar. Takk fyrir okkur. Já, takk fyrir. Og hérna, This for the hood by the corner store. Many try, many come at nines if you wanna war. Get it. I got mine, I hope ya got yourself. You from the hood, I hope ya got yourself. You want beef, hope ya got yourself. And when I see you, I'ma take what I want. So you try to front, hope ya got yourself.